Já, Magga, Fjölnir komin aftur í Dómaradeildina, sigur í fyrsta leik, en þetta byrjaði svolítið brösulega hjá okkur. Já, það er rosa erfitt þegar hitt liðið er ekki fullmannað og við vitum að ein var í sótkví eða fjarverandi og þá kemur þetta kannski þetta vanmat, ég veit ekki, en það var ekki, við töluðum ekki það, en svo, við veit allir hvernig þetta kemur svona ósjálfrátt og það var svolítið bara banninn í fyrra leik, segi. Var eitthvað skrítið að koma inn í þennan leik svona miðað við aðdragandann? Já, svolítið. Og vera svona mikið að tala um eitthvað að aflýsa leiknum og eitthvað eins og svo maður bara einhvern veginn átt að sjá að þetta sé að byrja sko. Eftir allt þetta sem í gangi í samfélaginu, þannig að það frábært að við séum byrjuð. Hversu mikilvægt fyrir Fjölnir að byrja á sterkum sigri á heimavelli? Bara geggjað. Það er bara mjög mikilvægt, Snæfellingar voru Íslandsmeistarar 3 ára í röð, þeir eru ekkert svo löngu þannig að þeir eru alveg hörku lið þó það séu bara fáar sko. Risafélag, þannig að við erum ennþá litla félagi þannig að við erum bara mjög flott að byrja svona. Ætlaðu að halda þessari hugsun eitthvað inn í tímabilið að fá að koma aftan að leikum frekar heldur en að vera stóra liði? Já, klálega, við erum náttúrulega bara underdogs í þessu og við setjum okkar pressu sjálfar og þó að okkur sé spáð í 5. eða 7. sæti eitthvað annars staðar, þá erum við með okkar markmið á hreinu og við setjum pressun okkar sjálf þannig að við erum svolítið underdogs, við erum komin í fyrstu deild, þannig að við þurfum líka að sýna það sko. Frábært, takk. Takk.